Hann komið til mín Lárus Ýmir Óskarsson, kvikmyndagerðarmaður með meiru. Hann komið hér áður að spjalla við mig og ef til fleiri við rauðaborðið. Við ætlum að velta því fyrir okkur hvort heimurinn að farast. Sæll blessaður, velkomin. Þetta alltaf ágætt spurning að velta því fyrir sig. Já, það eru ýmsir á því að þetta geti verið. Já, og það sem ógnar honum kannski helst sko, það ekki vopnin. Það það sem gerist áður en vopnin eru smíðuð, ekki satt? Jú, sko, já, það akkurat þannig. Það eru alls konar ferli í gangi, það eru alls konar strúktúrar, fjármálakerfi, pólitísk kerfi og annað sem að sko ala af sér alls konar vesen. Já. Þú ert maður á besta aldri, svona fann að fara að hægjast hjá þér á starfsæfinni. Í stað þess að njóta bara, þá ert þú að skrútinera þú ert að kynna þér alls konar efni á alþjóðavísu, þú fylgist með. Af hverju ekki bara 10 tær upp í loft og naga sólei? Þetta er bara náttúrulega bæði áhugavert og svo skemmtilegt sko. Og það er alls konar fólk út allt, mjög merkilegt fólk að skrifa og tala þessa hluti og og vissan átt það einhvers konar skylda mín gagnvart sjálfum mér og gagnvart afkomendum mínum og gagnvart því fólki sem við samferða að svona að læra þetta og kannski svona í samtölum, svona miðla einum og öðrum punkti sem fólks augnabrúðurnar aðeins akka sig að já, það? Mér finnst áhugavert að þú segir að það sé skylda þín. Já, ég gæti náttúrulega vanrækt þessa skyldu, sko, ef ég vildi endilega bara gera ekki neitt og eins og segir, sita með tærnar upp í loftið, en þetta er bara ljúfskylda, skilur þetta bara, þú veist, þetta af því þetta er áhugamál. Auðvitað hef ég ennþá mjög mikinn áhuga á listum og kvikmyndum og öllu því. En meira og meira hef ég, sko, forsagan er svolítið svo að ég fór að fyrir einhverjum 30 árum síðan fór ég að hugleiða daglega og fór að lesa alls konar litteratúr í kringum það. Og komst inn í svona ákveðnar vangaveltur sem kallað integral vangaveltur sem síðan sem fjalla menninguna og þróun menningarinnar mikið og svona og í gegnum það hef ég síðan haldið áfram og núna eru menns og konur sem ég að hlusta á og eru mikið að tala það sem að þau kalla metakrisis. Hefur líka verið kallað polykrisis. Hvernig þýðir þetta? Það er erfitt að þýða. Ég treysti mér ekki til þess. Sko, ég get lýst fyrirbrigðinu hvað það er. Þetta er sem sagt þetta ástand sem mjög margir skynja að það sé í rauninni þannig að þessi kerfi sem við nefndum áðan, það að segja fjármálakerfið, pólitíska kerfið, loftslagsmálin, ójöfnuður á heimsvísu, allt saman, einhvers konar vítisvélar sem eru að færa okkur í öfuga átt. Það kemur alls konar viðbjóður upp, pólitískt og svo framvegis sem við þurfum ekki að tíunda. Og þessi kerfi tengjast öll? Já, þau eru öll hafa, ég meina það er augljóst að til dæmis að loftslagsmálin þau tengjast misskiptingu og peningakerfinu og svo framvegis. Þannig að það er alveg ljós sko. En þetta er ekki bara þessi krísa sem liggur þá fyrir utan okkur, heldur hluti að þessari metakrisis eða metakrísu er það hvernig við upplifum hana, hvernig við skynjum hana, hvernig við skynjum heiminn og stöðu okkar í heiminum. Það er líka ákveðin krísa sem fólkin í því. Og það hefur verið talað sko, þrenns konar viðhorf sem maður getur haft til ástandsins og það er talað sko, það er talað nota orðið
tragic, það að segja eitthvað sorglegt eða skelfilegt og það er talað hugsunarátt sem pre-tragic eða það sem kemur undan sorginni og því slæma og það eru þessi sem að segja blessaðu góði, þetta reddast allt, tæknin leysa þetta og þetta verður ekkert mál og þetta, þú veist, ok, þetta er smá einhverjar mishæðir á veginum núna en þetta mun allt saman lagast. Og svo er það sem við kallað tragic, það er að segja þá ertu bara á kafi í þessu böli allu og lætur að hafa áhrif á þig og draga þig niður og þú ert í öngum þínum yfir ástandi heimsins og svo er eitthvað sem að og það eru heilu konferansandi sem eru þetta síðasta sem post-tragic, það er að segja hvaða afstöðu höfum við þegar við vitum af og gerum okkur grein fyrir þessu skelfilega ástandi sem og er að versna en samt sem áður vinnum á fullu í að finna lausnir sem að látum ekki ástandi draga okkur niður heldur látum það frekar örva okkur til dáða. Já, af því að vitneskja getur valdið dóða á svartsinni en hún getur líka hvað maður að segja kveikt í manni og hvatt mann til aðgerða. Já, og svo þetta fyrsta, það er náttúrulega afneitun. Já, og svo er afneitun mjög ríku þáttur í þessu öllu. Það sem er ekki að hjálpa okkur, Lárus Ýmir, er að við vorum áður með ákveðna stofnanir, hvað sem má nú þær segja, sem að skömmtuðu líðnum almenningi upplýsingar. Það voru fjölmiðlar. Það var ekkert internet. Það voru bara fjölmiðlar sem að einhvern veginn, það voru sérhæfðir starfsmenn sem að auðvitað stundum höfðu hagsmuni að því að villa og skekkja myndina fyrir lesendahópið, áhorfendahópið eða hlustendahópi. En við trúðum áratugum saman á fjölmiðla. Að það væri kannski fleiri fjölmiðlar til gagns heldur en til Níls. En núna hafa þessir fjölmiðlar meir og minna bara hrunið, bara fallið í sprengjuregni. Það er búið að uppræta lífsbjargir heilbrigðrar fjölmiðlunar, segi ég. Og heilbrigð fjölmiðlun var þegar ritstjórn var fjármögnuð með áskrifenda valdi og svo voru líka einhverjar auglýsingar sem voru kannski 30% tekjum en áskrifenda módelið var tryggði 70% tekjum og það var trúnaðarsamband á milli áskrifenda og lesenda og ritstjórnana og allt það. En þetta er allt saman meir og minna farið vegna tæknibreytinga, vegna ójafnaður, vegna menningarbreytinga og hver er þá einhvern veginn til þess að skerpa á því fyrir hinn almenna mann hvar hann stendur og hvar við og hvernig heimurinn stendur? Já, eitt kemur kannski annar stað, þetta er alveg rétt sem þú ert að segja og þetta er mjög tengt með fjármálum, hvernig þetta hefur allt saman verið, ekki bara það að tekju öflun fjölmiðla er erfiðari, heldur líka það að eins og við þekkjum bæði hér og erlendis að hagsmunaaðilar, fjársterkir hagsmunaaðilar er að kaupa upp fjölmiðla og þar með verða þeir málpípa einhvers ákveðin sjónarmiðs og þá fyrir traustið og þar með er frétta umfjöllunin sem að kemur í viðkomandi fjölmiðli ekki engu marktæk vegna þess að hún litast af einhvers konar annarlegum sjónarmiðum, þar að segja að það hefur verið að koma einhvers konar heimsmynd á framfæri í gegnum fjölmiðla sem að hugnast hvort sem það er Donald Trump og Ellison-feðgar í Bandaríkjunum eða sjávarútvegunni hér og Morgunblaðið þannig að Og ef fréttamennskan á þessum fjölmiðli er ekki marktæk, því ætti þá fréttamennskan á þessum fjölmiðli að vera marktæk. Svona hrynur traustið. Já.
Svo náttúrulega annað sem að sko hefur líka haft vond áhrif og það er einfallega þessi samkeppni athygli sem að náttúrulega hefur aukist með félagsmiðlunum, þar sem allir eru að fá því til þess að smetla á, það er náttúrulega bara hlægilegt að fara inn á Facebook og hefur okkur að tengla og maður þarf að smetla á alls konar tengla og sverja sig inn í einhvers konar það maður hlaða niður alls konar upplýsingum manni til þess að maður fá að lesa einhverja grein sem manni finnst áhugaverð. Það er aldrei strax í upphaflegu fæslunni sagt hvað máli snýst, heldur alltaf eru reynt að vera að toga okkur inn og þessi þorsti eftir athygli sem er leið þorsti eftir peningum og að ef það er smelt oft á frétt frá mér þá er þetta græða á mér, þá eru fleiri auglýsingar sem sjá og fleiri sem geta gefið sína persónuupplýsingar til fyrirtækja og svo framvegis gegnum Google og allt þetta. Og til þess nota menn bræði beitur og alls konar ódýr brögð. Nákvæmlega. Og en þessi barátta með athyglina hefur líka orðið til þess að sem ég veit að þú hefur hugsað út í og þið á samstöðunni hafi brugðist vel við. Það er að segja þessi þörf fyrir að það sé að þetta segja alla hluti á 3 mínútum. Skilur að það hefur verið að tala við eitthvað fólk eitthvað flókið mál og þá bara svara svona, bara og svo bara farið á næsta mann. Skilur, í staðin fyrir að dýpka umræðuna og fjalla málin frá úr ýmsum áttum, sko. Við þurfum næði. Já. Til þess að skilja eða reyna að skilja veröldina. Já, og til þess að tjá okkur hana þannig að sé einhvers konar bitastætt innihald í því. Já, en af því að ég þykist nú vita það að þegar þú hefur verið að gera bíómyndir þá veltir nú fyrir þér sögunni og er ekki mynd borin upp af einhverju sögu oftar en ekki. Jú. Ég heyrði unga menn tvítugt lýsa því daginn, ég var að hlusta á kaffihúsi, ég þekki þess að stráka ekki neitt. Ég satt og var að skrifa einhverja sögu og þeir voru næsta borði og þeir voru að fara að koma efni frá sér á TikTok. Þeir vildu ná til fólks. Samkvæmt því sem þeir sögðu, þá skiptir sagan sem þeir ætla að segja miklu minna máli en hvernig sá sem er í mynd ber sig að, hvernig andlitið er. Það er alltaf að vera að breyta stöðu í rammanum, þú ert að búa til svipbrigði, þú heldur athygli sem sagt TikTok neytandans með því hvernig þú færir andlitið til. Ég náði ekki alveg því sem þú voru að segja, en sem sagt orðin sem áður voru kannski alfa og omega, sagan, hvað er þessi munnur að segja? Ég heyrði ekki betur á þeim en að sagan sjálf skiptir minna máli heldur en fasið, andlitið. Já, þetta er mjög áhugavert umfjöllunarefni og reyndar hefur þetta vissuleiti alltaf verið svona. Ég meina, við tökum bókmenntir til dæmis, þá hefur alltaf skipt rosalega máli hvernig það er skrifað, ekki bara hvað er skrifað. Og maður hefur sagt í sambandi við kvikmyndagerðina hefur sagt sko að þú getur gert ansi merkilega mynd ef þú ert virkilega góður listamaður og leikstjóri úr miðlungshandriti og þú getur gert hörmulega mynd úr frábæru handriti. Og það fer náttúrulega, og það er hvort það er vel leikið, hvort það flæðið í myndinni sér rétt, hvernig myndin er þú veist, hvort að myndvinnslan sé ætt við innihaldið og allt þetta, skilur. Og þetta gildir að það meira og minna allar listir, ég meina eins og bara músík, skilur, þú veist, það er einhver sem að slæri gegn, skilur, lagið sem hafa með þér ágætt, skilur, en það er bara hvernig hann söng það og hvernig hann tjúkti það á sviðinu sem að þannig að þetta er í rauninni algjört mótil, sem þetta fer út í öfgar þá skiptir það engu máli hvað er sagt og er bara einhvers konar svona yfirborðsmennska sem að og einhvers konar effektar og einhvers konar sem að, og það er kannski það sem þú ert að tala að þegar að innihaldið, ég var lengi vel þetta var svona já, ég veit ekki hvort að þetta á heima hér en það er sem sagt var þannig að það var mikið talað það að það sem ég gerði væri, ég réði mjög vel við
að filma og einhver mynd sem ég gerði var valin 7. besta mynd í heimi af einhverjum hérna sem heitir International Film Guide og eitthvað svona. Hvaða mynd? En hérna, Hvaða mynd? sko þannig að ég fekk rosalega, Hvaða mynd? Andra dansin heitir hún. Já, ok. Og hérna, ég fekk svona ofurtrú á sjálfum mér, kannski. Já, Þannig að það sem maður á að fá. Já, þannig að hérna, sko, ég ímyndaði mér að ég væri svo flinkur að filma og þetta væri, sko, ég hefði slíka gullfingur að ég gæti gert gull og nánast hverju sem er. Já. En leksían er náttúrulega svo að það er alveg sama hvað þú ert flinkur, það er alveg sama hvers konar hérna galdur þú getur búið til, sko, með myndum og hljóði og svona, ef að það er ekki í botnin einhvers konar innihald, einhvers konar saga, einhvers konar mannesku innihald sem að fólk getur tengt við, þá verður það ekki neitt, sko. Hvert er innihald Miðflokksins? Hvert er innihald Snorra Mássonar? Hefði hann orðið varaformaður í stjórnmálaflokki sem að 10-15% Íslendinga kjósa fyrir 10-20 árum ef einmitt hefði ekki verið vegna þess hvað hann er með rosaleg tök á myndmiðlunum sem hann notar og andlitið á honum, hvernig hann notar það. Ég held við séum mögulega á einhverjum öðrum tímum en við höfum nokkuð sem verið. Já, sko, ég meina, Lene Riefenstahl, ég veit ekki hvort þú hefur talað hana, það var hún sem gerði alla propagandamyndina fyrir Hitler. Já. Triumph des Willes og allt þetta. Og hún var alveg svakalega flink. Já. Og hún gerði alveg ótrúlega flottar myndir, alla til þess að hylla foringjan og þannig að þetta hefur sjálfu sér ekki sko, ekkert er glænýtt undir sólunni. Nei. En það sem að mér finnst sko í rauninni umhugsunar verðast í sambandi við Miðflokkinn og Snorra Másson og þetta, það er að velta fyrir sig hvaðan kemur þetta fólk og þessi þörf fólk til þess að dásta þessu. Sko, þó hann sé sko hérna flinkur. Það sprettur úr reiði. Já, vannmætti, það er náttúrulega mjög djúp diskussjón að fara á kafi það alls saman. Við getum, það er ekki hægt að afgreiða það svona 1, 2, 3 sko. Nei, einmitt. En allt tengist þetta sko, vegna þess að ef við erum í brjáluðum heimi og ef hann er að farast, ef auðræðið er orðið slíkt, alltaf einn maður, Musk, hann er núna orðið trilljón, hann er fyrsti trilljónerinn í heiminum. Það er fjárhæð sem enginn skilur, hún er svo há að ef við ætlum einhvern veginn að bregðast við ójöfnuðunum og reyna að laga það sem hefur farið úrskeiðis, þá verðum við að skilja og þá verðum við að hafa einhvern vettvang til þess og það verður að vera traust og það verður að vera einhver von og einhver samheldni og eitthvað sem bindur okkur. Í augnablikinu þá sér maður ekki þennan sameiginlega flöt. Við erum Íslendingar, ég held því fram að við erum að sundrast með líkum hætti og bandaríkjamenn bara miklu hægar en þetta er byrjað hérna. Já. Það er bara mjög gott að kíkja á einmitt Bandaríkin og svona og sjá að bara þetta eigum við í vændum með einum eða öðrum hætti, kannski ekki eins íkt og ekki eins en sko hvað var það? Við búum náttúrulega að sko norrænu velferðar hagkerfi og skandinavískri sögu. Það er líka undan okkur sko. Þegar ég var í Svíþjóð þá var svo hugsun sem var mjög sló mig að Ísland væri svona cirka 15-20 árum á eftir Svíum. Og það hefur allt saman komið skilur í hingað sem var þá í Svíþjóð en þannig að sko við erum náttúrulega sérstætt fyrirbrigði hérna út á þessari eyju og það hefur sinn sjarma og sína kosti sko en mér langar aðeins að koma inn á Elon Musk. Þú veist, $1 trilljón sko ef þú tekur $1 milljón og segir að það er einn dagur jafngildi einum degi þá er trilljón 32.000 ár. Skilur, svo stór er þessi tala. Og hagnaðurinn sem hann hefur, fjármagnshagnaðurinn sem hann hefur af henni, er $137 milljónir á dag. Og það sem hefur verið sagt,
og við þekkjum þetta svolítið frá Íslandi, að þegar þú hefur svona ofboðslega gróðamaskinur sem að að þá þurfa þeir að gera eitthvað við peningana. Þeir safna þess ekki bara á haug eins og Jóakim Önd, skilur, heldur þurfa þeir og þá fara þeir að kaupa fyrirtæki og eignir, húseignir og allt í einu, skilur, að því að búið að kaupa svo mikið af íbúðum og út allt og þá er fyrir börnin þín sem ætla að fá sér íbúð, skilur, allt í einu bara komið eitthvað verð sem þau ráða ekkert við, plúsa náttúrulega vextir í bönkunum alltaf eru þannig að það er engilega að fjármagna þetta, en Neyð almennings verður business. Já. Húsnæðis kreppa almennings verður business. Og það eru til menn og það er engir aukveðsar sem að halda því fram að við eigum kannski í besta falli 10 ár eftir þar sem að einhver á eitthvað annað heldur en þessi 10.000 menn sem eiga yfir $1 miljard. Bara, þú veist, þú myndi ekki eiga íbúðina þína, skilur. Nei. Nefnum þú hangir á henni, gaman sattir, það er ekki hægt að taka hana að þér. Eru þetta einhverjir svona lærðir menn, þetta dómstagsbámenn og fábjánar, eða þetta menn sem þú tekur raunverulega sko, þessi sem ég var að sjá myndband frá sem heiti Gary Stevenson og hann er sem sagt gengið London School of Economics og dúksaði í öllum skólum sem hann var í og síðan var hann ráðinn 21 árs gamall sem að verðbréfasali inn á líklega í hvað heitir það hverfið í City í London og hann sem sagt var algjör meistari í þessu kerfi þannig að hann var þarna nokkur ár og eftir það kom hann út sem sko multimilljóner í pundum, stellispundum. Já. En hann er algjörlega hættur því og er bara að tala og skrifa þessa hluti. Já, og hann er með hlaðvarp sem hann nýtur mjög mikil vinsælda. Já, nákvæmlega. Þeir eru að tala við hann, mjög áhugavert viðtal við hann margir sem hlusta á The Rest is Politics. Þar er hann í viðtali. Já. Þar segir hann sína sögu sko frá mjög fátæku svona working class bakgrunni í rétt fyrir utan London og þannig að þetta er engir skilur, þetta er engir 10 ár. Já, hann segir það. Hann náttúrulega hefur svolítið gaman af að stöða en hann segir það. Þetta er bara gengur svo hratt fyrir sig. Hann segir allt þetta fólk sem á yfir $1 miljard, þetta er eins og sko svart, hvað er það, black holes. Já, svarthol. Svarthol í efnahagskerfinu. Þeir soga til sín peninga og að því að meira, mikið kallar á meira. Það er að segja, þeir samanber þetta, hann þénar $137 milljónir á einum degi. Já. Sko, bara af því að eiga þessa peninga. Skrýmsli sem verður ekki stöðvað. Nei, hann segir það er bara eitt ráð og pólitíkusarnir eru svolítan aumingjar að þeir get ekki farið eftir því ráði. Það er að skattleggja þetta lið. Já, sem að allir hata að heyra. Jafnvel hér á Íslandi þar sem við höfum haft mjög sterkt velferðarkerfi þá er þetta eitur í beinum. Já, hvað þá Framsókn eða Sjálfstæðisflokkur? Já, ég spyr aftur hvað þetta er ráða. Já, hann segir í þessu tilfelli að það til ráða allavega hluta til að skattleggja þá. Já. Það er sem sagt bara með háum sköttum, skilur, þannig að að þau þurfa að borga einhvers konar eðlilegan hluta til samfélagsins. Og síðan er náttúrulega hitt bara, sko, ég ætla mér ekki þá dul og reyndar er eiginlega enginn sem að sko, ef ég fer að tala hver lausnir geti verið, þá er ég hræddur að ég yrði svo háfleygur eða svo loftkendur að þér myndi ofbjóða. En það sem þarf að gerast er það að, og þetta er svona til svona ákveðin metafóra eða líkingamáli kringum þetta sem að á sér stöður raunveruleikana. Og það er talað heilakvelin, vinstra og hægra heilakvelið og vinstra heilakvelið er rosalega svona
marksækið, það vill meira, það vill ná í meira, það vill gráðugt. Já, það gráðugt, vill gera díla, þetta bara hluti af þetta í öllum, þetta með þessi fuglum, þessi skipting á milli hægra heilakvelsins. Og þess að við lýst hann með fugla, til dæmis að fuglinn sem að, hann sér korn og hann fer og pikkar þau upp, kornin, meðan að hægra heilakvelið í honum er vart við, einhverja hættur, eitthvað að gerast, eitthvað fallegu kvenfuglana, eða þú veist, og sem sagt, hægra heilakvelið í samhengi og tengslum og stemningu, ljóð eru dæmigerð hægra heilakvelis, félagsræði eitgerir eru vinstra heilakvelis, þú veist, og það sem að þeir segja, sumir, það sem við þurfum, og þetta ekki þetta smetla fingri og koma þessi verk, við þurfum að endurvekja mikilvægi hægra heilakvelis, vegna þess að það var í gegnum aldirnar mjög mikilvægt. Það eru síðustu 150 árin, þar sem að, og kannski lengra, 200 ár, þar sem að vísindin koma inn og þar sem að og taktu eftir því þetta með núna, að það alltaf hægt að tala nokkuð hlut af alvöru nema að setja mælan. Einmitt. Það þarf að vera, og þetta dæmigerð vinstra heilakvelis pæling, skilurðu. Og að tala meðvitundina og að tala hvernig þér líður og þetta tali svo loftkent og svo að þetta einskis virði. Ef þú getur mælta aftur að þú getur sett einhverja díóður í hausinn á einhverju mælta, ok, þá erum við að tala saman, skilur. Og þessi hugmynd það að það sé ekki til nema sé hægt að mæla það, hún náttúrulega stór hluti af þessum kúltúr sem að keyra okkur í klessu, Ég sammála hverju einasta orði. Ég vann á ríkisstofnun sem lagði bara upp úr áreiðanleika, fyrirsjáanleika og mælingum. Einhverju. Það var ekki pláss fyrir neitt annað. Það algjörlega glötuð stefna að einblína á það. Þetta sem þú segir með hægra heilakvelið og vísindin, hvernig þau hafa ítt þessu út. Við erum að tala svæði í heilanum sem að kyndir undir því sem að knýr okkur raunverulega áfram, er það ekki? Þarna er eitthvað svona mjög sterkt fagurfræðilegt, djúpt er það ekki í hægra heilakvelinu sem að, hvað maður að segja, tilgangur lífsins birtist? Jú, eða allavega vangaveltur hann fara fram. Akkurat. Já. En sem sagt, það er náttúrulega bara mjög einkennandi fyrir allt okkar líf, mitt og þitt og lengra aftur í tíman, skólakerfið, að verulegu leyti fjölmiðlarnir og skólarnir, skólakerfið, þetta allt þjúnað inn á vinstra heilakvelið. Læra, þú veist, konsúmera einhvers konar staðrendir og læra einhvers konar færni, en að velta fyrir sér samhengi hlutana, til dæmis ekki talað það við ung fólk að þeirra býður alls konar vandi og dásend í tengslum við annað fólk. Þú veist, samband milli karls og konu, vinasamband, hvernig er talað það? Þetta er það sem gefur lífinu gildi og þetta bara tabu málefni vegna þess að það ekki hægt að færa þau í eitthvað graf eða eitthvað svoleiðis. Og bara ef við stöldrum aðeins lengur við listina, þá kreppu sem listin í. Ég var með söngtíma, ég var með teiknitíma, með þess að 2 í viku. Ég var með heilmikla umræðu í trúarbragðafræði dygðir og heimspeki. Það er ekkert af þessu lengur kennt. Þarna gafst tími til þess að staldra við. Þarna gafst tími til þess að fá loft, hugsa, ná einhverju dýft. Við þurfum að rækta þessa hliðar mannlífsins. Þá verður þessi gegndarlausa ásókn í aðeins meiri peninga, alltaf meiri peninga, og hún er algjörlega ósíðandi, svo löngun. Henni verður aldrei fullnægt.
Og það alls konar pælingar, ég meina það alls konar pælingar, getur farið út víðan völl, ég meina eins og til dæmis það bara að ýmsir sem hafa verið að velta svona hlutum fyrir sig segja að það bara sé alveg algjörlega nauðsynlegt að hafa hvað heitir það, basic income, þú veist, allir fái lágmarksframfærslu. Já, lágmarksframfærslu, vegna þess að þá sleppur í rauninni lausri þessari kvöð að þurfa stöðut að vera eins og hjá mikið af fólki á Íslandi bara stöður í kvöðu bara yfirleitt að geta lifað venlegu lífi. En líka hinir sem eru búin að koma sér vel fyrir, þeir eru líka á kafi í að reyna að fá aðeins meira, fá aðeins flottara einbýlishús og svo framvegis, farið lax og hvaða nú þetta hít sem fullkomlega óseðjandi. Ef við getum staldra við og sagt, ég hér, ég hef allt sem ég þarf, mér líður vel, ég í góðum tengslum við mitt fólk. Nú ætla ég að fara að yrkja ljóð. Skilur þá þarf ekki að bera þig saman við nákvæmlega þeir velta fyrir. Gildi lífsins felst í öðru. Það nákvæmlega. Heldur en að eiga meira. Það nákvæmlega þannig. Og ef við pælum aðeins í þessum gæja, hann Musk. Já. Það eiginlega ekki til aumkunarverðar eða karakter sem meira fráhrindandi en hann. Hvaða sögu segir það okkur? Já, hann er náttúrulega meistari vinstra heilahvelisins, stórmeistari vinstra heilahvelisins. Hann er ótrúlega duglegur og klókur við að finna eitthvað sem að merkilega oft hann hefur líka slegið feilpúst. Þetta ekki geðfeldumaður. Hann er ef þú sérð hann á sviði það sem var með mótorsögina eða þegar hann var að helsa mér nasistakveðjum á sviðinu í Bandaríkjunum í kringum Trump og það. Þá sér maður að hann er nánast spastískur. Hann er og ég ætla ekki að tala neikvætt þetta ástand sem að hann hefur viðurkennt að einkennir hann. Að því það bara eitthvað sem fólk lendir í, en hann er bullandi átískur, hann er einhverfur. Hann kann ekki að tengja, skilur, sem er náttúrulega lykillinn í hægra heilahvelis, alla tengingarnar og tilfinningu, þú mætir einhverjum og þú finnur víbrasjónir, skilur, og allt þetta, það er hægra heilahvelis, skilur. Hann er bara, það er ekki þarna viðstatt í hans höfði, skilur. Þannig, en hann er svona, hvað var það, tækni og svona, náttúrulega gríðarlega klókur og hefur náð árangri eftir því. Þannig að hann er að vissuleyti bara mjög umkunarverður maður þó hann sé ríkasti maður í heimi en hann má eiga það sem hann áskilur en ég finna guð minn góður ekki hefði ég áhuga að eiga sem vin eða eitthvað þýðilegt ég held að hann er náttúrulega bara einhvers konar svona mónomaskina skilur. Svo hvernig hann skýri börnin sín og... Já. Þetta er allt einhverjar ídegur sem að, þú veist, sem að... X og Y og Q og P. Já, ég, og við sem eigum börn, hugsum held ég oft það, hvernig mun henni eða honum líða með þessu nafni? Hvernig verður hans velferði, hjálpar þetta nafn, vekkferð hans eða hennar í heiminum, En ef hann hefur ekki, þessa gáfu að sýna samhygð, þá skiljum við betur akkur hann. Já, hann getur ekki sýnt samhygð nema svona vitræna samhygð. Það er að segja, ég á að hugsa svona og það þýðir að ég gerir svona. En þessi þú veist, það hefur verið gerðar fólk sem með þetta einkenni, verið gerði umfangsmiklar rannsóknir á því og ég vil taka fram að þetta er bara fólk sem lendir í þessu og við tala neikvætt þetta fólk vegna þess að þetta getur verið bara gott fólk og svona, en það er bara skynjar heiminn öðruvísi að það til dæmis var verið að testa fólk sem var með þetta einkenni þarna í Harvard og þau var sýndar bíómyndir, einhverjar ástríðufullar senur úr einhverjum kvikmyndum og eitthvað og svo komast þér að því að það gáttu séð hvert auga fór og þau voru að horfa á eða sá sem að vera að mæla var að horfa á slökkvaran á veggnum fannst hann áhugaverður
allt var í hassi milli ykkur Karls og konu í senunni, sko. Þannig að það bara ekki áhugi á því, sko. Það bara, þú veist. En maður þarf nú ekki að sýna honum neina sérstaka tillitssemi, sko. Nei. Fólk sem í Make America Great Again og hefur þá hugsýn sem að hann hefur margoft minnst á hann er ekki lítilmagni, maður þarf ekki sérstaklega Nei. að vera varfærin þótt ég skilið það sem mútt að segja með þá sem eru með einhverfu og þannig að heilt yfir þá náttúrulega þarf maður að bera virðingu fyrir því hverju fólk hefur stjórn á og hverju ekki. Já. En mér finnst bara svo áhugavert að sko þessi manngerð hafi náð öllum þessum auði og öllum þessum ítökum. En ef við tökum diskussjónuna sem vorum með rétt á undan, sko, þá það ekkert skrítið. En heimur sniðinn fyrir vinstra heilagvelið. Nú orðið. Meir og minna allt sem við höfum lært í skólum, skilur við að tróði okkur margföldun á töflunni og hvaða nú skilur við, að þetta til þess að við séum effektiv. Þetta svona Excel manneskja. Fyrir 200 árum ekki séns, samkvæmt því sem þú varst að segja, þá hefði þessi maður ekki náð neinu framgangi. Nei, það var ekki heimur sem að sko, nú hann náttúrulega duglegur og hann vissulega klár, sko, hvað var það svona praktíska hluti, þannig, sko, en hann hefði náttúrulega aldrei orðið það sem hann í dag með, vegna þess að þessi fyrirtæki, hans bæði bílafyrirtækið og geimfyrirtækið og annað sem hann að gera, sko, svo einhver hluti sem ekki, það var Neuralink, hann ætlaði að tengja, sko, heilan á fólki við gervitungl, það hefur ekki farið langt og svo ætlaði hann að búa til, undirgöng fyrir bíla undir Los Angeles, sem að, var í sjálfu sér áhugavert, en það fullt af hlutum sem hann hefur verið að plana, sem að verða ekkert úr og ég meina það bara, þú veist, þannig að hann ekki óskegull, en En það ekki, sko, það ekki við góð að búast þegar maður sem ekki býr yfir samhygð eins og við stöðum að hann eignast þennan auð. Ég meina það náttúrulega til hellingur af góðu auðugu fólki sem að lætur sitt fé renna til líknarstofnana og eikur lífsgæði annara. En sko, það hefur verið rannsakað og það að það sko miklu hærri prósenta af psykopötum í forstjóra stól heldur en annars staðar í atvinnulífinu. Og það bendir til þess að ákveðin svona psykopati eða siðleysi hjálpi þér í þessu umhverfi sem að menningin hefur búið til. Fjármála umhverfið. Það bara eitthvað sem að við getum velt fyrir okkur að kannski dálítið sorglegt, sko. Að halda áfram að velta því fyrir okkur. Já, ég skrifaði nú bók spillingu og þar hélt ég því fram að óbreyttu þá myndi stórútgerðin hér á Íslandi eignast allt og fyrirtæki utan sjávarútvegar og síðir skoðanir okkar. Þetta það sem að Gary Stevenson að spá á heimsvísu. Þetta bara íslenska. Ég setti það fram í ögrandi tóni og svona sem aðvörunar björlu en sko af því að þú ert að vitna í þessa gæja sko sem segja að þetta gerist á 10 árum það alveg bara svona ég var meira að sjá þetta fyrir mér á 50 til 100 ára. Hann veit meina að, og það gerist með fullt af öðrum hlutum í menningunni út af þessari rosalegu tjáskipta vesenni allir að þá gerast hlutinni mikið hraðar heldur en þið gerðust áður. Þá þurfti, þú veist, að skrifa bréf þú veist, og allt þetta núna bara brunar þetta áfram, sko, og þetta með peninga að kaupa, þeir eru alltaf með augun, sko eftir gróðatækifærum, þú veist, nú kaupi ég þetta fasteignafélag af því að við erum með þessa peninga sem við erum ekkert að nota, ég meina þeir verða að vinna þessi peningar, þess vegna kaupi ég fasteignafyrirtæki, sko, allt í einu á ég 70 íbúðir, skilur, og þannig að þetta og þeir eru snöggir, sko, þeir sem eru í þessu svona business, sko, þeir eru ekkert að og það sko, ég heyrði eitthvað viðtal hvort það var viðtal við eitthvað sem var að segja það, ég man ekki á hvaða stöð það var, sem var að segja að það væri aldrei afleitt að forstjóra fyrirtækja væru yfirleitt, sko, 55 ára eða aðeins eldri.
þeir ætti að vera sko 30 því að þá væri virkilegt spönk í þeim sko og hérna því að það er deyð, allt gerist sko eldsnögt og menn veðji og séu djarfir og hérna þannig að það er sá mekanismi sem gerir að verku að þetta sko að vera hröðun í þessari þróun sko hún er núna á þessari en hún er svona eins og sko hún hækkar það verður hraðar sko sem það gerist. Já. En ef við erum að verða vitni að heimsendi jafnaðarmennskunar og jafnra tækifæra hvaða hlutverki til góðs eða ills getur gervigreindin gegnt í þessum átökum? Það er ofstór spurning kannski. Já, ég sko, það er náttúrulega bara ég hef ekki færni til þess að koma með einhvers konar einfaldans spádóm það. Það er náttúrulega greinlegt að það eru mikla hættur að það. Já. Það er líka ýmsir möguleika að þetta kemur til með að létta fólki lífið á ýmsan hátt og svo framvegis. Var einhver að tala um það núna sem var með einhvers konar fyrirtæki, hann er með svona róbótafyrirtæki sem slær garða og ég held að hann sé komið núna í það að vera sko með róbóta sem að þrífa svona bílastæðahús. Skilur þá bara setur hann róbótinn inn í bílastæðahúsi og svo veður hann allt bílastæðahúsi og þrífur allt þannig að það er ýmislegt svona sem að er til þæginda en ég hef ekki neina yfirsýn þannig ég geti sagt neitt að viti það hvað verður. Það er mögulega önnur umræða en eigum við að segja þetta gott, Lára Simir? Já, ljómandi gott. Það er alltaf gott að velta fyrir sér á hvaða leið veröldin er og hún er á hættulegri leið. Já. Það liggur fyrir. En við viljum ekki vera vonlausir. Nei, alls ekki. Það er einhvers staðar er von að glæta og við getum lagt okkar litla mörgum til þess að aðeins að hnika þessi rétt átt. Já, þótt ekki væri með öðru en að yrkja ljóð. Eða spjalla saman. Gróðursetja tré. Vigdís gerði það alltaf, Vigdís forseti. Hún var kannski einhverju krísu og hennar laust fólst í því að fara að gróðursetja tré. Það er nefnilega að gefa skjól sko. Já. En gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis. Kæra þakki fyrir komuna. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram með dagskrá Rauða borðsins eftir andartak. Nýr kafli handan við hornið, við ætlum að fjalla sönglist. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.